en það hefur svona aðeins verið talað stöðu þessa hóps vinnuafls að undanförnu og svo Sanna Magdalena Mörtudóttir líka sem borgarfulltrúi sósíalista í Reykjavík og ég ætla kannski að byrja að því Sanna að varpa þér spurningu til þín kannski hvers vegna við erum í dag að ræða þetta málefni. Já, við höfum verið að ræða stöðu ólíkra hópa í þessum þætti og ég verð bara að viðurkenna að ég veit lítið stöðu þeirra sem hafa verið að vinna í þessu svokölluðu hagkerfi, í harkinu og þetta eitthvað sem við þurfum að kynna okkur betur og þetta Komiði sæl og velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík, þar sem við spjöllum alvöru málefni við alvöru fólk. Hingað til okkar í dag eru komin Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir og Ásgeir H. Ingólfsson sem ætla að spjalla við okkur harkverkafólk. En það hefur svona aðeins verið talað stöðu þessa hóps vinnuafls að undanförnu og svo Sanna Magdalena Mörtudóttir líka sem borgarfulltrúi sósíalista í Reykjavík og ég ætla kannski að byrja að því Sanna að varpa þér spurningu til þín kannski hvers vegna við erum í dag að ræða þetta málefni. Já, við höfum verið að ræða stöðu ólíkra hópa í þessum þætti og ég verð bara að viðurkenna að ég veit lítið stöðu þeirra sem hafa verið að vinna í þessu svokölluðu hagkerfi, í harkinu og þetta eitthvað sem við þurfum að kynna okkur betur og þetta ólík gigg eða ólíkar starfsgreinar og það ekki allir í þessu svokölluðu hefðbundnu starfi ef það má kalla það og mér finnst nú ekki gaman að nota orðið hefðbundið og óhefðbundið af því að við vinnum bara við ólík störf og við gerum ólíka hluti og það það sem gerir samfélagið okkar svo gott og þegar að úrræði stjórnvalda voru kynnt og þá helst ríkisstjórnar að þá kannski kom svona í ljós að það voru ekkert endilega allir sem fittuðu þar inn eða kannski hlutabótaleiðin náði ekki til allra og svona alls konar þættir sem koma kannski
betur upp á yfirborðið þegar að einmitt heimsfaraldur og kórónuvírusinn kemur svona í ljós og kannski dregur ýmislegt á yfirborðið sem að maður hefur kannski ekkert alltaf verið að leiða hugann að. Þannig ég verð bara að viðurkenna að þetta margt nýtt fyrir mér sem að ég á bara eftir að kynnast betur og hef svona verið að skoða þetta nánar og hagkerfið og þetta svona kannski margir fletir á þessu og nú með útvistun verkefna þá hefur verið mikið talað réttindi starfsfólks þegar að störf sem að kannski áður voru þannig að starfsfólk var fastráðið eru komin einhvern veginn inn í þetta kerfi þegar að vera útvista verkefnum og kannski keyra laun niður og réttindi að þá sé það slæmir flötur á þessu en svo vitum við það líka að það stór hópur fólk sem að einmitt treystir á einhvern veginn þessa stöðu til að sjá fyrir sér og hvernig ætlum við þá að tryggja starfsaðstæður og afkomu öryggi fólks. Þannig að ég bara þakklát fyrir að fólk sé til í að spjalla við okkur og við getum kynnt okkur þessi málefni betur. Takk. Ég persónulega, ég hef verið með annan fótinn í harkkerfinu, ég aldrei þurft að reiða mig á það 100%, þannig ég líka svona afla upplýsinga. En ég hins vegar heyrði þetta hugtak harkkerfið fyrst hjá Drífu Snædal þegar hún var að tala um einhverju ráðstefnu fyrir svona 2 árum. Og sem núna forseti ASÍ, hann var þá framkvæmdastjóri starfsgreinasambandsins. En þá svona var þetta hugtak, þetta gig economy, og sem sagt ég heyrði þarna þýðingu á því fyrst hjá Drífu. En nýlega hefur þú stofnað hóp á Facebook, Ásgeir, sem heitir Harkverka fólk og ég kannski, ef þú byrjar á því að segja þess frá sjálfum þér og af hverju þú stofnaðir þennan hóp. Já, ég sem þetta hef verið í harkinu svona, sko, þú myndist að vera með annan fótæðar og það kannski mjög margir. Það eru margir sem að kannski detta inn og út úr harkinu og ég sjálfur var í rauninni tók svona törn sem var kannski mest í harkinu 2010, þá í blaðamennsku og var svona pínu stundum í þessu og stundum að vera frílans þegar sama miðil og síðan eiginlega fór ég alveg einhvern veginn út úr því tíma, flutti svo út og var svona með einhver pælingu að finna vinnu út en síðan eiginlega endaði bara á að fara í harkið aftur og hef verið í því síðustu 5 árin sko, cirka bát. Og þetta í rauninni sko, þú veist að grunninum kannski að blaðamennska, en ég í hellingi í þýðingum líka, ritstjórn, jafnvel sko, örlítið verið í hlutum eins og vefsíðuhönnun og próflestur og öðru slíku. Og örugglega eitthvað sem ég er að gleyma sko. Og þannig að sko, vandinn að þú veist, flest þessi fög hafa sín stéttarfélög eða sín fagfélög, en þau eru kannski oft miðuð mörg þeirra fyrst og fremst við og bara skiljanlega við þá sem eru í venjulegri 9-5 launavinnu sem eru kannski megnið af þeirra starfsfólki. Og það sem oft truflar mig kannski þetta að ég á í sjálfu sér miklu meira sameiginlegt upp á hagsmuni að gera við sko harkari kannski einhver allt annað starfskrif sem ég kannski aldrei prófað. Heldur en þú veist, þá sem eru á fullu í blaðamennsku eða þá sem eru á fullu í þýðingum og svo framvegis. Og þess vegna hef ég oft hugsað að það vanti svona pínlítið bara sameiginlegan vettvang fyrir harkara til þess að koma saman og spjalla og þú veist það getur, ég veist að byrja bara pínlítið á samtalinu, fólk séðan að bara þú veist þess vegna spyrja skrifstofupláss eða eitthvað sko. En síðan hver veit hvort þetta þróist út í meiri kjarabaráttu út af því að það sást náttúrulega best í þessum aðgerðum í sambandi við COVID að í rauninni ef þú ert launamaður að þá hefur alltaf þessar leiðir að fara á hlutabætur eða aðfylgingsbætur eða hvernig það er útfært. Fyrir þá sem í harkinu í rauninni ekki að minnsta kosti í fastum tilfellum.
Meðal annars út af því að bara til dæmis ef ykkur með 400.000 kall tekjur og 200.000 kall í gjöld og þá ertu með útborga 200.000 kall, bara sem dæmi, að þá færðu til dæmis atvinnuleysisbætur sem eru 75% af þessu, sem 150.000 kall. Þessi 200.000 kall í kostnað, hann hverfur ekki. Þannig að sko, þetta kerfi svo algjörlega ekki skapað fyrir, þú veist, það tekur rosalega lítið tillit til þeirra sem eru verktakar með lág laun. Við erum bara ekkert alvöru sko inn í kerfinu en alvöru. Og þetta náttúrulega hafa margir bara bent á með sko bara líka hluti eins og að fara í greiðslumat sem náttúrulega ómögulegt fyrir marga þessum hópi. Fæðingarorlof, þú veist, það var nú Margrét Erla Mock var með bara söfnun og kallaunafönd til þess að eiga fyrir fæðingarorlofi sko, þó hann hafi haft nóg að gera í rauninni í harkinu. Og þú veist, lífeyrisréttindi þessa hóps örugglega oft á tíðum mjög lág sko. Og þannig að þú veist, það svo margt sem spila saman og þess vegna held ég að sé mjög gott að hafa einhvern hóp svona til þess að já, bara hægt að byrja að berjast fyrir okkar réttindum. Þú veist, það komið þetta, þú veist, auka framlag til listamannalauna og einhver átaksverkefni. En sko, munurinn kannski sá að sko meðan að launafólk, þú veist, það fær allt launafólk í venjulegri 9-5 vinnu nánast. Og það passar inn í kerfið, að það fá þau öll plástur. Með það sem í harkinu, það nokkrum plásturum hent út og þú veist, sumir náðum og þeir ekki og þetta kemur svo seint að þú veist, við fáum ekki að vita það fyrir en sko í næsta mánuði. Já, einmitt. Ég kannski snýmur að þér, Bryndís, að því að þú ert myndlistakona, listakona. Nú náttúrulega listafólk stór hluti af hörkurum. Akkurat. Kannski það að heyra eins frá þér, svona hvernig þetta hark snýr að þér. Ásgeir náttúrulega líka listamaður, hann skáp. Nákvæmlega, þetta var ekki neitt þannig. Já, sko, ég vildi bara nefna að þú varst að nefna tölur sko, við erum kannski með greiðslu og svo borgum við kostnað, við borgum kostnað launagreiðandans. Sko við borgum, að því að fólk fær kannski 300.000 krónur í laun, þá bætist ofan á það 20% eða 17%. Atvinnurekandi þarf að greiða í sjóði, sko. Akkurat. Við þurfum alltaf að greiða það sjálf og við erum alltaf undirborguð og alltaf. Og við höfum möguleika að fá til dæmis starfslaun að hámarki raunverulega þú reiknar það yfir tímabil. Að það má það vera sko að hámarki ég held að með 12 mánuði sko yfir 3 ár, að þá færði ekkert árið á eftir. Það einhvers konar viðmið sko, nema að þú sért bara annaðhvort á leiðin til Feneyja eða eitthvað, þú veist. Þá virðist þetta vera svona viðmið. Þannig að fyrir myndlistamenn þá þetta 4 mánuðir sem virðist vera sko einhvers konar viðmið með starfslaun og það bara þannig með alla styrki að við erum yfirleitt að það hægt að sækja styrk að hámarki fyrir helming kostnaðar og síðan maður að tína til, sko, og yfirleitt það bara annað framlag, eigið framlag sem maður að tína til, þar á móti og það alveg hending að þú færð svo styrkin sem þú biður Þannig að það eiginlega engar líkur á ef þú færð einhvern tímann styrk að hann fari yfir 30% kostnaði. Þannig að það má eiginlega segja að við eigum möguleika á því að vera fjármögnuð sem einstaklingar og fyrir okkar verkefni svona 25-30%. Ég held að það sé engar ýkjur sko. Og þá ég að tala sko listamenn sem eru ekki beiskir yfir því að hafa verið sko settir út fyrir. Það alveg önnur kategóría. Það heilmikið listamenn sem eru hreinlega þar, sko, þeir fá aldrei neitt. Ég að tala listamenn sem eru bara nokkuð sáttir og finnst þeir vera sko með einhvern veginn í kerfinu. Og þetta þýðir það, svo maður að púsla og maður veit, ok, ég fæ starfslaun í 6 mánuði þetta árið, það þýðir ég mun mögulega sko afþakka starf, hark, íhlaupastarf. Ef ég fæ 3 mánuði þá hef ég alls ekki efni á því, sko, þá þarf ég alveg að
raða mínum verkefnum eftir því hvenær ég með vinnu, launaða. Og þannig að svona þetta bara og þá sko, tekum maður alls konar störf og það getur verið og mjög algengt til dæmis að listamenn vinni við upphengi á söfnum sem svona, ég hef gert mikið af því sko. Þetta raunin mjög sérhæfð vinna, það ekki hvaða, sko, þú getur ekki beðið smiðum að vinna þetta starf, þú þarft að vera með listamenn í þessu. Vegna þess að þetta bæði verið að fara meðhöndla verk og svo þetta líka, við erum að taka þátt í því hvernig á að hengja upp sýningarnar og þetta alls konar fagfræðilegar ákvarðanir og oft úrlausnir, við þurfum að smíða hlutina sérstaklega að finna lausnir. Þannig að það hefur bara reynst best að hafa myndlistafólk og þetta rosalega illa borgað. Það eru 3.000 krónur á tíman, 3 og 5 í verktakalaun og þetta starf sem að dettur inn kannski á 2 mánaða fresti í viku, skilurðu. Og þetta starf sem að, og svo maður bara, ef maður lasin og þú veist maður, þetta kostar 40.000 kall. Það kostar mig 40.000 kall ef ég ætla að vera lasin. Og en ég meina þetta skemmtileg vinna, maður að vinna með sínum fólki sem við erum á sama svið og við erum að tala áhugaverða hluti og þetta yfirleitt verkefni sem hefur gaman að taka, þú veist, að fást við og finna út úr og allt það. Og en svona peningahliðin mjög bara, ég verð að segja áhugaverð einhver leyti en mjög mikil stórt verkefni. Það okkar helsta skapandi verkefni að finna út úr í hvernig við ætlum að bara ég held að það sem mest af okkar orku fer í að finna út úr í hvernig á að láta þá duga. Satt best að segja. En ég veit að við erum ekki einu það bara mjög margir akkurat í því sko. Já. Af því að það einmitt það sem ég heyri frá ykkur báðum og líka bara frá öllum sem eru í harkinu að það svo rosalega mikið af svona ósýnilegri vinnu sem bara svona umsýslu vinna sem þú veist, þú ert þinn eigin bókhaldari, þinn eigin atvinnurekari, rekandi, þú veist, þarft að sýsla alls konar í kringum það, skilja skattaskýrslu sem kannski flókin og alls konar svona. Hvernig höndlið þið þetta til dæmis? Ég verð nú bara með endurskoðanda. Ég fannst það, fyrir mig var það bara eins og að hitta geðlækna á sínum tíma sko. Svo gott að fara til þess. Já, ég heppinn að þér bróðir pappa endurskoðandi. En það ég nú svona búin að læra þetta svona, þannig séð þetta virkar þannig að ég tek bara 1 dag á ári, 1 sunnudag oftast, fer yfir allar nótur og allar upphæðir og og svona nokkurn veginn búin að reynda allt út og svo alltaf eitthvað sem ég ekki að skilja þannig að þá þarf ég að hringja í bróðir pappa Kristján og það er eitthvað smáveginn í reit 517 sko og það svo sem það gengur þokkalega og mér finnst alltaf pínu gaman að fara yfir sko nótur ársins það man maður hvað maður var þegar maður keypti þetta og svona sko en talandi ósýnilegu vinnuna sko megnið af ósýnilegu vinnunni auðvitað náttúrulega einhverjir harkar sem eru kannski það heppnir að vera bara með eitthvað fast sem að ég verið ekki mikið, þá bara það að hafa eitthvað fast getur verið mjög dýrmætt í þessum bransa að bara rosalega stór hluti ósýnilegu vinnunni að finna verkefni ég held að margir harkarar sko eða meiri orki að leita vinna heldur en að vinna hana og ég held að flestir myndu alveg vilja snúa því við að þú veist vinnan oft skemmtilega en það að leita henni eða og biðja mann allt það sko, það náttúrulega höndlegilegt og ég meina bara núna, þú veist örgulega margir búin að vera á kafi í einhverjum flóknum styrkumsóknum og helmingurinn af þeim, helmingurinn örgulega, sko hvað, 80% sko, fá ekki neitt. Ekki líka oft sem þetta byggir á áætlun og svona fram í tíman og svo kannski ef það klúðrast eða fer í eitthvað rugla þá það einmitt mjög erfitt og ef ég skil þetta rétt að þá einmitt sko eru sumir kannski að skila en mánaðarlega eins og varðandi skattinn en sumir kannski reikna einhvern veginn hvað þau sjá fram á að fá og skila einu svona ári. Ég áttaði mig ekki alveg á því. Jú, það er mælt með að skila mánaðarlega
ég hef verið að skila einu svona ári. Það hreinlega bara til þess að, þú veist, þau ekki að hafa ágjörði hverju mánuði og það bara tilbúin til þess að borga aukalega, sko, í júlí það starf. En kannski kostunum við að vera með þetta lága tekjur þá ég sloppið við það. En já, þú veist, þetta bara... Bara hark. Þetta bara, já. Já, það mælt með að gera upp mánaðarlega vegna þess að þá ámaður möguleika og það nýtilkomið það var fyrir myndlistamenn og við erum orðin hluti af BHM ef við viljum, sko. Og þá getum að borga mánaðarlega og verið, og þá er maður rétt á bótum ef maður lendir í gati, sko. Ég hef aldrei komið því í gang sjálf. Ég reyndi það eitthvað í fyrra. Ég var einmitt að reyna að taka lán og endurfjármagna og að ég er með gömul lán á húsnæði sem tæp 5% vextir á og uppgreiðslugjald. En ég var samt að pæla að losa mig við þau, sko. En ég fekk það ekki. Af því að ég er alltaf eftir á, skilurðu. Sko, pabbi minn heldur að ég sé í miklu basli en vinur mínir heldur að ég sé ekki í basli, skilur, af því að hann náttúrulega svona inn í ábyrgðarmálum og svona, sko, en mér hefur þó tekist að eignast íbúð á sínum tíma sem hefur rauninni bjargað málunum mjög mikið. En maður er alltaf eftir á með allar afborganir, maður er alltaf á, sko, þú veist, ég hringi oft bara að segja hvað get ég sloppið með að borga ekki af þessu lengi og það er oft kannski 2 eða 3 mánuðir. Og það er maður svona að prjóna, bara svona feta þessi stig og ég hef bara gert það síðan, ég hef nokkurn veginn gert það alla tíð, sko. Það er bara aðferðin. En þá þýðir það að maður fær ekki lán lengur. Það er ekki, sko, þá er maður ekki talin vera góður lántaki ef maður hefur þetta svoleiðis. Og jafnvel þá maður skrifið þeim langt bréf og útskýri það að maður sé myndlistamaður sem hafi þó marið í, sko, 25 ár og eigi húsnæði og hafi náð, þú veist, að halda öll á floti þrátt fyrir þetta. Það er ekki, sko, það er ekki til staður fyrir það. Það er ekki til neitt form fyrir þetta, sko. Já. Já. Ég held í rauninni, sko, það snertir að því að bankanir einfaldlega skilja ekki þetta system. Nei. Og það er sjálfsög ekki bara bankanir, það er bara pólitíknir í rauninni bara ofta tíðan fólk í kringum hann. Sem að þetta er kannski einhver lítið starf að ef þú skrifar ekki mjög langt bréf, að það þarf fólk hreinlega að hafa að prófa þetta sjálf til þess að einhvern veginn fatta hvernig þetta virkar. Að þú veist, svona út af við einhvern veginn held ég að, sko, sumir sjá þetta sem bara algjörlega lúxus, sumir sjá þetta sem bara hvernig nær fólk lifa á þessu en þú þarft einhvern veginn að hreinlega hafa að prófa þetta til þess að virkilega svona fatta hvernig þetta virkar og fatta svona hvar stressi liggur og og allt það, sko. Og jafnvel, þú veist, innan harksins er náttúrulega líka fólk ótrúlega mismunandi stöðu, mismunandi verkefni og allt það, sko. Já, þetta er einmitt í hugum mjög skemmtilegu pistil sem þú skrifaðir, Ásgeir, í Stundinni í fyrra. Já. Það sem þú segir og hafðir menntaði til fátæktar. Já. Já. Er það, já, þetta er náttúrulega, fólki sem tilheyrir þessu hagkerfi er náttúrulega meira að minna á þetta sameiginlegt svolítið, er það ekki rétt hjá mér? Það er mjög algengt, jú, að sem sagt, þetta er kannski þannig störf að, þú veist, krakkar á millistétt sjálfsagt eru svona algengur hópur. Það sem er kallað íslensk millistéttin er náttúrulega, við vitum að það er... Og kannski var millistétt þá fyrir svona 20-30 árum, sko. Já. Og en já, síðan bæði náttúrulega bara verður, sumstæða verður forsendubrestur, að þú veist, það er þetta náttúrulega eitthvað sem að, ef maður er tvítugur og er ákveðið hvað maður ætlar að gera, þá náttúrulega sér maður ekki fyrir allar breytingarna sem að verða á, þú veist, atvinnumarkaðnum á næstu 10-20 árum, sko, og þú veist, þú komið með störf núna sem að bara voru ekki til þá, og önnur sem eru kannski voru
lítur vel út þá eru kannski bara hverfandi eða bara blaðamennskan gott dæmi. Þú veist, það himinn og haf milli þessar blaðamenn í dag og hafa verið fyrir 20 árum. Og já, þetta svona pínu sko, og einhvern veginn ég hugsa kannski hluti af því að þú hefur, ef þú ert í miðli sér, þá hefur auðvitað kannski þann lúxus sem getur tekið sénsa, en síðan ertu samt að þú tekur sénsa og þeir kannski gangi í 100% upp, þá gangi svona eitthvað leitu, að þá getur þú verið komin ótrúlega þrönga stöðu. Og það sem ég held að kannski það sem að flestir harkarar kannski samanhældi að þeir gætu alveg verið í ef þeir hefðu tekið aðra ákvörðun, gætu alveg verið í fínni og velborgaðri vinnu. En þetta kannski fólk sem hefur bara engan áhuga á því. Að það hefur alveg að vera í velborgaðri vinnu, þú veist, það hefur kannski prófað að vera í vinnu sem það finnst leiðileg og það bara deyr inn í sér sko með það. Og ég hef alveg prófað og þá endist maður aldrei í þannig vinnu. Þá þú veist, þetta alveg fínt að fá trygg laun og allt það sko í einhvern smá tíma, en þegar ég hef verið í vinnu sem að ég alveg að brjálast í sko, þá ég bara eftir fyrstu vikuna byrjar að plotta hvernig get ég losnað sko. Einmitt. Já, þetta nefnilega því að það vill þannig til að harkarar eru mjög gjarnan háskólamennta-fólk sem þetta eru prófarkalesarar, rithöfundar, myndlistafólk, alls konar listafólk, þýðendur og bara listin heldur áfram. Kannski, vilt þú kommenta á þetta, Bryndís? Algjörlega, ég vil endilega gera það. Sko, ég alveg eins og þú Ásgeir, það eins og það slokkni, það heyrður að slökkt á gömlu tölvunum. Það gerir sko ef ég fer í svona leiðilega vinnu, ég hef alveg gert það. Meira kannski á unglingsárunum, þá var maður kannski ráðinn á síma, einhvers staðar að sitja frá 9 til 5 og bara, því mér leið bókstaflega svona, eins og það væri bara sogast úr mér öll orð, ég var bara að sofna, hreinlega, ég bara sofnaði á leiðindum. Og þannig að ég get það ekki, það ekki mögulegt og það kannski, hefur ekkert með mína menntun eða neitt að gera, ég bara þoli ekki endurtekningu og ef ég þarf að endurtaka hlutin, þá fer ég bara að telja í huganum. Það bara eitthvað mekanismi. En það sem mér finnst aldrei sorglegt við stöðu okkar það að við erum kannski fólk sem viljum vera sjálfstæð og erum svona svokallaðir free thinkers. En svo bara staðan svo að okkar svona afkoma, hún hvílir mjög mikið á einhver sem heitir bara vinseldur og velvild. Og það komin dempari á sko frjálst hugsandi fólk sem að vill vera gagnrýnið til dæmis. Það ekki vinsælt. Og það hefur áhrif á afkomumöguleikann. Og þannig að þetta svona dálítið vandrataður vegur sko. Að því það náttúrulega mjög sorglegt að við reyna að koma sér í þá stöðu að vera einhvers konar sjálfstæður skapandi gagnrýnin í hugsun aðili en vera það samt ekki sko og vera svo bara þægur og vonast að fá þennan styrk og vera tekin með í þessa sýningu og bara meiri sig að vera ráðinn sem tæknimaður á safninu skilur að því að bara þú fer ekki í taugarnar á safnstjóranum. Við erum í þeirri stöðu þannig að þetta svo mikið svona þetta stanga svolítið á sko, þessi hvati til þess að vera frjáls og svo í rauninni hvað það líferni eða hvað það svona afkomulega það er þröskuldur og sem að felst í því að fólk verður oft mjög svona hvað ég segja, það verður svona leiðitamt og rauninni bara ég held að þetta hefur mjög slæm áhrif á bara listirnar. Þú veist, hvað sem öðru líður, það er alveg burt sér frá öllu hagrænu sko og svo það í höndum listamannana að reyna að rembast við það
að setja fram einhver líkön sem sýna fram á það hvað þetta sé hagkvæmt gott fyrir kerfið. Og það náttúrulega bara það eitt út af fyrir sig náttúrulega bara sorglegra sko, en allt annað. Og því að þá erum við búin að setja okkur undir einhverja mælistiku sem við setjum sjálf fram sem stétt sko gildi listarinnar og þetta bara, þú veist, þá það orðið svona eins og einhver sjálfsaftaka, finnst mér hreinlega. Já, og kannski svona einhver innri samkeppni á milli líka, því að giggin náttúrulega ekki það mörg, hvernig það til dæmis? Já. Algjörlega, en ég meina, svo það náttúrulega alltaf spurning, viltu fá gigg ef þú hefur ekkert fram að færa? Já. Það líka hitt, sko. Akkurat. Það náttúrulega bara verður hver að gera upp við sig, hvaða afstöðu maður tekur, hvað þetta varðar. Og sumir taka bara þá afstöðu að vera samkvæmur sjálfum sér og vera bara gagnrýnir og finna bara út úr því. Og við þurfum hvort sem að vinna við hitt og þetta. Það spurning, viltu fá 30% styrkin sko og vera almennilegur? eða bara, þú veist, vinna á nætuvöktum einhver staðar í 2 daga í mánuði og vera bara eins og þú vilt vera, sko. Já, akkurat. Finnst ykkur rými fyrir skapandi greinar hafa tekið breytingum svona í gegnum árin, af því það greinilega ekki tekið svona tillit til þess að við þurfum mitt sköpun og það ekki verið að setja nægilega mikið fjármagn. Já. Það heyrir á ykkur. Finnst ykkur að vera svona breytilegt eftir því kannski eftir árum eða finnst ykkur þetta að vera alltaf bara eins eða hafið þið tekið eftir einhverjum mun eða þetta bara svona svipað eða? Sko, mér finnst mér finnst þeir sem að já, sko, þú ert að tala rými, en ég bara að tala svona kannski rými líka sem vettvang til að vinna innan. Og staðreyndin svo að þeir sem að vinna sko, í þessum geira sem ekki sjálfir listamenn, það fólki sem tekur ákvarðanirnar. Og þau ekki endilega, kannski þau hafa hætt í myndli sjálf, einhver hluta vegna. Talið þetta vera betri kost, eða eru bara hitt og þetta fólk ræður umhverfinu og að því að og án þess þó að þau hafi kannski, þau náttúrulega ekki sérfræðingarnir, þau ekki listamennirnir, en þau ráða og að því þau búin að ráða ákveðið lengi og þau búin að velja, að þá finnst þeim líka að þau hafi vit á því. Þau fara að halda það, þau viti hvað best og það okkar umhverfi, þannig að og í rauninni, sko, til dæmis hér á landi á Íslandi, það var þetta grasrót og byggði mjög mikið til á því að listamennirnir sjálfir voru með rými og fleiri og það vissulega ennþá, en þetta samt sem áður að verða svona að fara inn á meira, sko, inn í meiri stofnana væðing og svona utanakomandi strúktúr og ég hef svolítið ágjörð því að sá strúktúr sé að verða svolítið innantómur, sko, út af þessu. Og hann allavega, það svona potential í. Já, hvað segir þú þetta, Ásgeir? Sko, ég náttúrulega hef verið með kannski, síðan 20 árin hefur verið mannafótinn annars verið í blaðamennsku, hins vegar í bókmyndum og svona samanborið við blaðamennskuna eru bókmyndirnar svona, þær hafa verið svona frekar jafnar, sko, meðan blaðamennskan hefur bara hrunið. Bara varðandi sérstaklega menningarblaðamennska og það kannski, það svo sorglegt að í rauninni ég held að listina svona heilt yfir eru bara hafa haldið áfram að vera öflugar, jafnvel vera öflugri sumstöðar, en það enginn að gera því sko inn alvöru skil, þú veist, það rétt að fólk svona ná að allt og oft rétt svo að einhverju blaðamenn á hlaupum ná að svona vinna upp úr fréttatilkynningum, sko. Og bara þú veist, Grímur Hákonar þegar hann vinnur fyrir Hrúta á Kann, það engin blaðamaður þar. Þetta voru bara símavittur. Og þannig að ég held að sé kannski sko
mörg störf sem kannski listamenn voru líklega til þess að ganga inn í, þeim að fækka og það verið að skera þau niður. Þannig að þetta í rauninni, sko, þetta ekki bara þú veist, ég held að mjög margir harkarar eru, sko, þeir hafa kannski eitthvað, þú veist, aðalmarkmið, þú veist, hvort sem það list eða blaðamennska eða eitthvað annað, og síðan svona, þú veist, önnur störf sem þú hleypur í út af því að það ekki nægur peningur, sko, í aðalharkinu, og ég meina, ég veit til þessum alveg þó nokkra listamenn sem að kannski lifðu mjög spart í vetur og voru búin að reikna með að eins og síðustu ára fara í að gæta í sumar, sko. Já, akkurat. Og en já, varðandi umhverfið, sko, með listinnar. Sko, listamannalaunin hafa svo sem haldist svipuð, en ég held að listamönnum fjölgi. Og það verður náttúrulega bara svo erfitt upp á nýliðun að gera. Ég meina, það ekkert, þeir sem hafa verið að fá listamannalaun 6-9-12 mánuði, þú veist, þeir halda náttúrulega áfram að fá þetta þeir að standa sig vel og það sjálfsög ekkert engin sanngirni þannig sé að reka þá, en ekki en það heldur engin sanngirni að allir hinir sem að koma nýjar þeir fá ekki einu sjensin á að sko helga sér sinni listan en viti. Þannig að poppin svipaður en það eru fleiri umsækjendur, Já, algjörlega. Ég meina, bara til dæmis, náttúrulega held ég að við orðið ákveðin sprenging í rithöfundastétt bara með því að fá ritlistarinn inn í háskólann. Það náttúrulega ertu komin með bara miklu fleiri sem eru svona að taka þetta af alvöru, sko. Þetta náður. Og það er aftur stétt sem að mennta sér til fátæktar. Já, þetta er vegið. Já, munurinn á þessum stéttum sá að verka fólk almennt, það er þörf fyrir það. Og það er ekki þörf, það er ekki beinlínis þörf. Hún að það var mjög óskilgreind, þörfin fyrir listamennina. Eins og núna náttúrulega þeir eru fyrstir til að vera settir út, sko, þannig séð. Að þangað til að kemur útgöngubann og fólk þarf sína list til þess að vera ekki algjörlega brjálað. Já, við höfum einmitt kannski aðeins að koma inn á þetta með hvernig svona starfsumhverfið hefur verið fyrir ykkur í COVID, til dæmis með samgöngubanninu og annað. Er meira að gera, er minna að gera, er þetta svipað eða hvað hafa listamenn verið í þessu umhverfi? Og harkar bara almennt. Það er sama. Þetta er ykkur, sko. Já, ég myndi segja að þetta er bara rosalega misjafnt. Það náttúrulega ákveðnir listamenn þeir sem listamenn sem að fyrst og fremst lifa á því að tróða upp, að tónlistamenn, myndlistamenn sem eru fyrst og fremst sýningar, leikhúsfólk, að það bara augljóslega getur ekki sinni starfa sama hátt með svo stið, getur kannski haft einhverja, þú veist, Zoom-tónleika, þú veist, menn ekki ennþá byrjar að búið til alveg peninga á því nema í algjörum tilfellum. Síðan kannski með aðra, þá þeir sem eru kannski fyrst að vinna heima hjá sér, þá fer það náttúrulega bara eftir heimilisaðstæðan, sko, alltaf. Að þú kannski með rithöfunda sem að þetta trufla lítið, en bara leiðast með rithöfunda með börn og maka, þá sem eru kannski vanir því að hersingin færi út úr heimilinu og koma svo aftur 8 tímum seinna og þá geta það unnið, sá tími horfinn. Og ég sá til dæmis einhverjir foreldrar voru sem voru í launavinnu en voru að vinna heima og þeir voru eitthvað að kasta á það tölu að líklega væri vinna að kosta svona 12% meðan við venjulega. En ef þú ert í launavinnu þá færðu samt áfram 100% greitt. Ef þú ert hins vegar í einhverju verkefnavinnu þá ætla bara að klára verkefni miklu seinna og þú veist, sá peningur sem það getur skapað kemur inn miklu seinna. Og það einhver verkefni sem þú bara hreinlega getur ekki tekið út af þegar þú kemst ekki í þau. Hvað segir þú, Bryndís? Já, ég segi, fyrir mig þá breytti þetta engu núna, vegna þess að ég var, hvort þetta sá tími, ég sjálf, sko, hef leigt út frá mér til ferðamanna á sumrin, svona bara hluta af íbúð og það náttúrulega einlega dottið niður og þá fer það bara í venjulega útleigu eins og hefur gert hingað til
En svo hef ég haft svona verkefnavinnu. Ég ekki að sjá fram á að það verði neitt slíkt. Aftur á móti þá ég sjálf að ætla ég vera með námskeið sem sagt í sumar. Alls konar myndlistarnámskeið hérna í Flóahreppi. Og ég fekk smá styrk til þess og svo bara vonst ég til að það kom einhver á námskeiðið. Og svo fekk ég einmitt smá styrk líka og myndlistarsjóð þarna þessa COVID greiðslu, þannig að svona fjárhagslega, ég veit ekki, ég finn sjaldnast mikinn mun. Ég man eftir líka í síðustu kreppu, það var vissulega munur, það fækkaði aðeins verkefnunum, en maður einhvern veginn, það ekki alveg skýrt, sko, af því þetta alltaf svona dálítið flöktandi, en svona hvað mína vinnu varðar og verkefni, þá hefur það engu breytt, sko, ég bara að halda áfram hinn og þessu. Ég veit fólk sem þetta kom mjög vel út fyrir, sko, að voru kannski að þurft að klára verkefni og voru svo heppin að vera ráðin í vinnu, sko, og sem þeir máttu ekki mæti og gátu svona klára verkefni sín. Það voru sumir örfáir mjög heppnir, svo sem. Já, ég veit ekki alveg hvað, sko, í sambandi við þennan hóp, að þá velti maður því fyrir sér hvað var þetta að gera og sumir hafa nefnt borgaralaun, en ég hef til dæmis rætt við fólk í Þýskalandi sem mjög svona skeptískt á þann kost og að því þau telja að núllpunkturinn hækki bara, það verði bara meiri rauninni gera meira kröfur til þess að þykir sjálfsagðara að fólk greiði suma hluti af því að þeir hafi þessa innkomu. Já, eða kannski að laun lækki á móti eða. Já, og ýmislegt hækki líka. Þetta verður bara tekið út úr samtryggingakerfinu. Hér og þar, sko, við höfum ekki góða reynslu af því. Þegar það kemur svona peninga, innflúks og þá dregið úr ríkis aðkomu að hinn og þessu, svo náttúrulega bara svo breytist þetta aftur og þá eru alls konar stofnanir og vannærðar eða þú veist fjármagnaðar. Já. Þannig að en sko ég vil líka benda á það að þetta kannski ekki svo snúið vegna þess að sko flestir til þess að vinna að rannsóknum innan stofnana þeir byggja sína vinnu mjög mikið á styrkjum. Og ég þekki nokkra vísindamenn sem vinna inn á stofnunum og að þeir eru alltaf yfirleitt á styrkjum sína rannsóknir. Já, og þá eru þeir með teymi sem að skrifa rannsóknir og gerir áætlunina saman og þetta mjög útfært. Þannig að þeir eru sko, þannig að þetta á ekki bara við listamenn, það orðin mjög mikil auka vinna á bara og þetta bara nýfrjálshyggjan, það bara vera outsource, vera að koma vinnu yfir á fólk. Þannig að enda með við bara gerum allt sjálf, við erum í bankanum sjálf, við afgreiðum okkur sjálf í búðinni og þú veist, þetta bara þannig að ég veit ekki alveg hver alveg lausnin í þessu. Ég ekki vissum að sko alltaf frekari útfærslur á þessu mikla bákni séu endilega lausnin, sko. Veit það ekki alveg. Ertu með einhverjar tillögur, Ásgeir? Ég held kannski, það sé kannski alltaf mikið á tímapunkti núna bara hreinlega að sko tryggja að við tökum þetta rétt átt. Þannig að ég held sé alveg á hreinu að eftir COVID það var bara svona risastór rannsóknarstofa í því að prófa að leyfa fólki í ýmsum starfsgreinum að vinna heima. Og það þýðir, og það alveg pottþétt og þetta byrja strax, bara Twitter til dæmis sagði bara fólki þér ráði hvort þið mætið aftur í vinnunni eða ekki. Þetta á skrifstofuna, þið var ekki. Og það örugglega fleiri eftir að gera eitthvað svipað. Og svo í kjölfarið verður örugglega meiri blöndun hjá ýmsum fyrirtækjum hvort að fólk verði launafólk eða hvort að verði frílans. Og það heyrir alltaf upp á okkur harkarinn að berjast fyrir því að þetta verði útfært þannig að það verði til hagsbóta fyrir starfsfólk en ekki bara til hagsbóta fyrir fyrirtæki. Að sko, fyrirtæki náttúrulega geta
spara sér hellingspening með því að spara skrifstofuhúsnæði og svo framvegis og ef það breytir þessu ef það lætur í hendur verktaka þá það náttúrulega að spara ákveðin útgjöld líka og sko fyrir starfsfólki þá eru auðvitað ýmsir mögulegir kostir, geta búið hvar sem þó það setja vinna í ákveðnu fyrirtæki og það. En það alltaf hættan á að fyrirtækin grípi tækifærið, lækki launin eða búið til gerviverktöku eða allan fjandann sko. Þannig að einmitt núna þegar fólk í harkinu á eftir að bara fjölga gríðarlega í kjölfarið. Ég held að það sé engin spurning, í rauninni burt sér frá því hversu djúp kreppan verður. Og þess vegna bara herja á pólitíkusa og setja pressa fyrirtæki að þetta verið gert þannig að það komi þeim sem vinna heima vel, en ekki illa. Og það þarf eiginlega bara, og það líka bara að laga kerfið einhvern veginn, þannig að við verðum ekki alltaf einhvern veginn út undan í kerfinu, sko. Já, því að eins og við vorum náttúrulega komin á áðan þá svona stéttarfélagsaðild alveg svona upp og ofan hjá þessum hópi sumir eru í einhverjum stéttarfélögum þar sem hafa haldið réttindum sem þeir voru með áður og svo framvegis en það svona kannski skortur á einhvers konar stéttarfélagi fyrir fólk sem utan stéttarfélaga eða hvað finnst ykkur? Já, út af því að sko mörg getum við kannski sótt í einhver stéttarfélög en þá erum við annars vegar eins og segðan, við erum bæði bara með dagvinni fólki sem kannski með aðra hagsmuni að mörgu leyti og mörg okkar eru bara í svo harki í svo mörgum áttum sko að það meikar engan sens að vera í 4 stéttarfélögum og ekki þegar kannski beinlínis að hugsa okkur sérstaklega það getur kannski pínu að vera vandinn sko. Já, því að nú eru einmitt fólki í svona ýmsum stéttarfélögum eins og Blaðamannafélaginu og einmitt HM, þessum, en það kannski ekkert endilega sem heldur utan svona réttindi harkara sem slíkra. Ekki sem slíkra, ég meina, ég skal ekki, það örugglega einhverjir hjá einhverju stéttarfélagi að gera þetta vel og ég svona veit að einhverjir hafa farið í BHM bara hreinlega að þeir hafa verið ánægðir með hvernig þeir hafa til dæmis gert það sko. En ég held að vanti samt bara umræði vettvang fyrir okkur sko, sem hóp. Og hreinlega til þess líka hreinlega til þess að við sjálf áttum okkur betur á umhverfinu þetta. Ég held að flestir harkarar eru bara einhvern veginn hafa svona dottið inn í þetta kannski oft pínlítið óvart sko. Og já, svona lært á leiðinni en það örugglega það hellingur sem ég ekkert einhvern veginn almennilega inn í og sama með flesta sko. Já. Þetta bara dálítið frumskóður sem ekki búið að kortleggja sko. Já, ég held það líka. Ég held að þetta sé maður hefur lært á þetta með árunum sko. Og svona sín á milli fólks. Ég held að það væri svona ég get alveg séð fyrir mér að það þyrfti að vera eitthvað svona stéttarfélag og það þurfti að fara líka í einhver svona grunn stuðning sko, eins og bara þegar fólk að bara biðja að hækka ég meina það var til dæmis gefið út hjá bíl fyrir, ég held að sé að vera 5 ár síðan þá gefin út sko tímakaup fyrir útselda vinnu og ég held að það og ég var svona eitthvað sko ég held að það hafi ekkert verið ákveðið hvenær þetta uppfæra það tímakaup, það var bara fundin einhver tala. Ég held að sé árin 5 ár síðan. Nú þetta átak bara búið, þetta var átak í Borgum listamönnum. Ég held að sé enginn að vinna í því lengur, þetta var bara one-off og ég held að sé algengt sko. Vantar kannski allan svona stöðugan þrýsting og einhvern sem svona á vaktinni. Já. Fyrir hópinn. Já. Algjörlega og bara það sem að maður getur hringt sko eða farið eitthvað í einhvern grunn það sem að eru einmitt leiðbeiningar það hvað eðlilegt að sé borga fyrir hitt og þetta þannig að það sé ekki hver einstaklingur sé ekki að semja það við kaupandann hverju sinni að því það náttúrulega bara eðlilegt að fólk vill borga sem minnst fyrir alla þjónustu og það kannski eitthvað sem maður ekki að endurskoða
það mjög óeðlilegt hvað fólk tilbúið að borga lítið fyrir þjónustu, bara á allra handa þjónustu, sko. Og kannski mikið undirboð og svona, alls konar. Já, en þetta eitthvað grundvallar viðhorf, þú veist, það bara eitthvað grundvallar viðhorf og það var rosalega lítið breyst að því leyti að eins og til dæmis var mjög augljóst þegar leikskóla fólk var að berjast fyrir hærri launum núna í vetur, að það var þannig áður fyrir, þegar amma mín var að koma til Reykjavíkur, þá var hún bjónin á heimili á fólki og passaði börnin þeirra. Og þá var hún á þeirri ábyrgð, sko. Það var allt þetta fólk sem var með stúlkur, það búið að taka sér saman og leigja hús fyrir öll börnin sín og svo ráðaði 2 stúlkur, eða 4 stúlkur til að sjá, skilur, þau búin að spara sér pening. En stúlkurnar fá ekki meiri pening. En nú bara þurfa þær að finna sér sitt eigið heimili og svo framvegis. Ég held að þessi hugsun, hún er þarna og í sambandi við það þegar að fólk fer að vinna meira heima hjá sér og fer að búa sér til vettvanginn, bara deliver, bara afhenda vöruna, sko, eða þjónustuna, hvað það sem þú vilt kaupa. Að þá verður þetta, þá þurfum við að standa saman og vera mjög ákveðin í því hvað við ætlum að fá fyrir þessa vinnu. Og það eru alveg fordæmi fyrir því, ég meina, það eru mjög margir til dæmis, iðnaðarmenn sem eru mjög ákveðnir, þeir bara koma ekki á staðinn fyrir minna en 15.000 kall. Já. Og það ekkert, maður ekkert eitthvað að segja, já, það, finnst þér í alvöru svona merkilegt að kíkja á þvottavélina mína, það bara það ekki einu svona í umræðinni, skilur við. Og kemur kannski til þess að segja þér að þvottavélin sé ónýtt. Já, öllum líkindum, og mér bara gott hjá honum, skilur ég segi ekki, veist það ekki hvað það En mér finnst að við þurfum bara að vera meira svona. Bara á ég að passa barnið, á ég að kenna því að reikna, skilurðu. Skilurðu, þetta ég meina þú getur ekki ætlast þess að borga bara eitthvað 500, skilurðu. Þarna eitthvað grundvallar viðhorf og ef þetta væri svona dálítið gegnumgangandi, þá myndi þetta draga úr neyslu líka. Þetta forsenda þessara ofneyslu sem í gangi líka. Já, og manni þetta kannski í hug, mér hugsa til sögunar þar sem þú ferð og þú prúttar við mannin í markaðinum sem meira á peningunum að halda og fer síðan á Starbucks og kaupir þér latte á 600 kall. Og þetta ekki í hug að það eigi að vera ódýrara, þú veist. Þannig að þetta kannski svona svipað umhverfi að Já, prúttið náttúrulega mjög algengt að og þú kannski, þið byrst ykkur, ef þú kannski byrst ykkur vinna en þú þarft að gefa upp einhvern texta, og þá ertu alltaf í þessari stöðu eða oft, þú veist, þú vilt kannski fá eitthvað, segjum þú vilt kannski fá 100.000 kall fyrir ykkur að vinnu, en þið vantar 50.000 kall til þess að borga leiguna, þú veist. Og þá ertu einhvern veginn, þú veist, þú biður 100.000 kallinn eða 150.000 kallinn, þú veist að næsta tilboð verði niður, En þú veist að þú ert alltaf að fara að taka 50.000 kallinn að þú virkilega þarft, skilur. Þú ert í þessari erfiðu stöðu, Einmitt, algjörlega. Auðvitað þetta kannski verst fyrst þegar maður að venna. Maður lærir á bara, þú veist, það bara ákveðin hluti sem bara tekur ekki, þú veist, það bara ákveðin taxtar sem bara maður notar menn ofta út eða það kannski mjög algengt að þetta sé bara per síðu eða per orð eða eitthvað slíkt, og það ákveðin taxtar sem maður lærir bara, þú veist, nei, ekki taka þetta tekur þig, þú veist, 2 vikur fyrir engan penning, En já, þannig að þú ert rosalega mikið að prúta, Sumulutir eru bara fastir taxtar, en annað bara endalaust prút. Við þurfum að fara að hætta þessu, við erum búin að eiga góðar samræður, en langar eiginlega bara að bjóða ykkur að lokum að kannski koma með einhver skilaboð, þú veist, að því að eins og við sögðum í upphafi, þá er þetta hópur sem að verða svolítið útundan í allri umræðu og kjarabaráttu og öllu slíku. Er eitthvað sem að ykkur finnst vanta upp á til að koma til móts við þennan hóp, til að svona tryggja honum afkomu?
eitthvað sem ykkur dettur í hug? Já, ég myndi kannski bara segja þrennt. Í fyrsta lagi bara, það þarf bara einhvern veginn að fara að búa til eðlilegra umhverfi fyrir hann hóp. Og ég held að margir hafa í huga sem ekki í sporum núna, það eftir að margfaldast í þessum hóp mjög fljótlega, bæði eftir COVID og líka bara mögulega með komandi tækniframförum. Og í öðru lagi kannski ég held að sé það sem ég var að tala áðan með hvað fer oft meiri orka í það að leita verkefnum heldur en að vinna verkefni. Það bara svo mikil tapstaða fyrir alla. Það allir að tapa á því að í staðinn fyrir að vera að vinna einhverju sem að þeim finnst alveg gaman að þá allir að vinna í því að leita af sömu brauðmálunum. Og þar í sjálfsér ég persónulega alltaf skotin til dæmis í borgaralaunum, að bara hafa þann basis að auðvitað það að útfæra það rétt, en að þú nærð að útfæra það þannig að fólk hafi svona kannski svona bara ákveðna tryggingu fyrir einhverju lágmarki í rólugu mánuður. Og síðan í rauninni koma betri mánuðir þar sem að þú nærð að safna þér allt það en já, ég held að það sem ég sé kannski fyrir með þessi borgarlaun sem kost að bara annars ertu kannski í einhverju harki þar sem að ótrúlega stór hluti tímans fer bara í að leita sér að verkefnum. Ef við tökum til dæmis atvinnuleysisbætur, þar bókstaflega skilgreindi þannig að það átt að vera að leita vinnu sem kannski bara lítið stað, sem ótrúlega galið system. Að bara okkur á fólki frekar að vera að vinna í einhverju þó að það sé ekki fyrir vinnuveitanda. Og já, þú veist, ég held að þau þurfum bara að leggjast í kerfisbreytingar. Bara ekki bara fyrir þennan hóp heldur aðra líka, en ég held að þú veist, kerfisbreytingar sem að koma þessum hóp eigi eftir að breyta ansi miklu bara fyrir alla, Já. Og allanum. Akkurat. Hvað segir þú, Bryndís? Já, ég get tekið undir þetta. Og það þurfa allir, fólk hefur misjafnt ólíkt framlag, það allir með eitthvað framlag, en það þurfa fólk þarf svipuð laun. Það þurfa, mér finnst faktist að þetta bara vera sömu laun fyrir alla og þess vegna finnst mér þessi borgarlaun að hugmynd í sjálfu sér mjög góð. En það þyrfti bara huga að því að það væri þarna aðrir þættir sem að geta breyst svo mikið að það bara núllist út, Það þurfti aðalega að skoða bara að gáða þeim þáttum, held ég. Og kannski setja einhver höft á, möguleika. Ég var að horfa á bara gamla mynd í gær, Meaning of Life, sem bara elst mjög vel í rauninni. Þá eru þarna svona, ákvæmstari fyrirtæki þurfa að segja að það eru ennþá einhverju hlutir í heiminu sem við eigum ekki. En ég held að það þurfi kannski að koma einhverjum böndum á þetta undarlega viðhorf, Og að það sé vera að verðlauna fólk fyrir það verðlauna fólk alltaf með peningum fyrir hitt og þetta, það er orðið til þess að það er ekki endilega að vera að verðlauna endilega góða eiginleika, það bara að það sé ég held að afkoma á að vera sjálfsögð, hún á ekki að vera en útfærslu, ég held að við þyrftum alveg ég hef kannski eftir að undirbúa mig betur ef ég ætla að koma með eitthvað konkrétt. Kemur kannski aftur seinna með útfærðar tillögur. En að því við erum að klára, Sanna, vilt þú eitthvað bæta við í lokin? Þú sem borgarfulltrúi, hvernig var að hlusta á þessar umræður? Það sem ég tek út úr þessu í nokkrum punktum er að við þurfum að tryggja afkomu öryggi fólks og við þurfum að meta og virða það sem að fólk leggur til samfélagsins og það alls konar og ég meina hvar væri við til dæmis án listar, það væri nú mjög snyggt samfélag og án skapandi greinar, þannig að við þurfum að tryggja umhverfi þannig að allir geti lagt stund á það sem að hæfileikar einstaklinga liggja og
við getum rætt þetta svo miklu lengur, þannig ég held að þetta sé bara upphafið að þessu samtali allan hjá okkur, því það greinilega margt sem þarf að ræða og varðandi að tryggja mitt afkomu öryggi, þá held ég að það þurfi að passa upp á að fólki sem þekkir þessar aðstæður best komi að útfærslunni, út af því að ef að þetta í höndum einstaklingar sem eru núna einhvern veginn með völdin varðandi það að dreifa fjármunum, að það einhvern veginn hefur maður áhyggjur að því að ekkert breytist kannski í samfélaginu, þó að við séum að setja meira fjármagn í hlutina eins og varðandi borgaralaun, þá er náttúrulega alltaf gott að tryggja að allir fá pening og það er eitthvað sem við eigum að vera að gera, en mér finnst einhvern veginn að það þurfi líka að tryggja að við lýðræðisvæðum þá starfsstaði og fyrirtæki og einhvern veginn allar svona starfsstöðvar og samfélagið svona til að tryggja einhvern veginn að valdið sé einhvern veginn ekki í höndum einhverja kapitalista eftir á, þannig að það er einhvern veginn eins og ég sé þetta, en eins og, já, ég ætla að koma bara með nokkra punkta hérna í lokin, þannig að ég ætla að lengi að þátt að við þurfum að ræða þetta alveg, halda áfram að ræða þetta, þannig að þetta er bara góður þáttur og ég segi takk fyrir mig. Við ætluðum einmitt að halda nefnilega áfram, við verðum aftur á föstudaginn og ætluðum einmitt að halda þess áfram með menning og listir, þannig að þið bara fylgist með því, við erum með aðra viðmældur, en við langar bara að þakka ykkur innilega fyrir komuna, Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir og Ásgeir H. Ingólfsson og bara gangi ykkur vel. Við sjáumst í baráttunni. Takk fyrir. Bless, takk fyrir. Já. Og takk fyrir áhorfið.